deiliskipulagi er meðaltegundir breyting á deiliskipulagi og það Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggur fyrir þriðji liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 11. september 2009 þar sem að skipulagsstjóri lagði fram tillögu að breyting á deiliskipulagi lóðarinnar Melategur 1-41. Sú tillaga er unnin af Árna Ólafssyni arkitekt og dagsett 4. september 2009. Breytingin felst í nýrri aðkomu að lóðinni og skiptingu hennar. Og þessi deiliskipulagstillaga byggir á samkomulagi milli Akureyrarbæjar og Hagsmunafélag Melategs sem dagsett er 8. september 2009. Og meirihluti skipulagsnefndar leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 25. greinar skipulags- og byggingalaga. Aðeins örfá orð þessa deiliskipulagsbreytingu þessu til viðbótar. Eins og bæjarfulltrúar eflaust vita þá er þarna að ræða mál sem hefur lengi verið í umræðu og í rauninni hafa staðið yfir deilur á milli íbúa annars vegar og bæjaryfirvalda hins vegar eignarhald á þessu svæði og fyrirkomulag og rekstur. Og það má segja með þessu samkomulagi sem gert hefur verið þá hafi þær deilur verið settar niður og menn náð saman það að Akureyrarbær yfirtæki reksturinn á þessari götu ásamt þeim breytingum sem þarna eru gerðar. Ég er í rauninni mjög ánægður með það að þessari deilu skuli þar með vera lokið og við skulum geta snúið okkur að öðrum málum og það má kannski segja að grunnurinn að þessu samkomulagi hafi legið fyrir mjög lengi en ekki náðst saman niðurstöðuna fyrir nú og þegar horft er tilbaka til söguna sem að er nú líklega 8 ára saga að minnskosti þá held ég að strax árið 2003 hafi legið fyrir drög að samkomulagi sem er sambærilegt við það sem að liggur svo til grundvallar þessari deiliskipulagstillögu þó kannski ekki nákvæmlega í þeim formi sem að hún er. En ég legg til að þessi tillaga verði auglýst og eins og skipulagsnefnd. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er vissulega afar ánægjulegt að þessari löngu og erfiðu deilu sé lokið og við skulum vona að það kom ekki til fleiri slíkra deilna þar sem eru nú fleiri götur í bænum sem þannig háttar sem þarna og vonandi þá getum við breytt reglum bæjarins við eignarhald og skipulag gatna og opinna svæða þannig að það kom ekki til slíkra vandræða í framtíðinni. En ég vona að þetta verði nú ekki fordæmisgefandi og aðrir íbúar Akureyrar sem búa við svipaðar aðstæður og þarna eru fari að gera kröfu til bæjarins að selja þeim lönd og að bærin yfirtaki þetta. Nú en ég ætla nú að sitja hjá við afgreiðsluna. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að fagna því að þessu máli er lokið. Þetta er leiðindamál og ég vona að allir hlutaðeigandi séu sáttir og hafi staðið sáttir frá samningaborðinu. Ég styð þessa tillögu. Takk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek undir það. Ég er sátt við að þetta skuli vera til lykta leitt. En þetta er væntanlega gæti verið fordæmisgefandi, ekki gott að vita, en þá held ég að ættum að bregðast við og setjast fyrir við samningaborðið og skoða málin þá með það í huga að þetta verði ekki þó til margra ára. Ég veit ekki hvað það væri hvað er hægt að gera til dæmis eins og að koma í veg fyrir að
að þetta endurtaki sig. Það er auðvitað hægur vandi, en mér datt nú í hug vestursíðan og fagrasíðan og ég held að við ættum þá frekar að hafa fordæma því að taka og skoða botnlanga og ákveða hvernig við komum að því að ganga þannig, binda þannig hnútana að það sé ekki ófrágengið í þessa veru hér í bænum. Og ég er fegin að þetta er komið á hreint, fyrst ábyggilega. Og það verður vonandi gott að það er komin hring, eða það er hægt að aka út í hringteig og inn úr, eða fara út úr miðteig þarna inni, og ég hef trú á því að þetta verði til þess að bæta umferðina þarna, þegar útrúlega hefur verið þröngt að kaðnum. Og ég tala ekki á veturna líka fyrir fólk, sérstaklega gangandi vegfarendur og þá sem eru á hjólum og öðru slíku. En ég er afar sáttið að þetta er komið á hreint. Takk fyrir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og aðrir bæjarfulltrúar lýsa yfir mikilli ánægju með þetta samkomulag og það skuli vera í augsýn lúkning á þessu máli. Þetta er búið að vera mjög langur ferill og búin að reyna mjög á málsaðila á köflum. Það er búið að fara mjög gaumgæfilega yfir lög og reglur sem gilda hvað varðar svona skipulögð svæði eins og hér ræðir. Ég átta mig ekki á því hvað bæjarfulltrúi Baldurinn er að segja þegar hann talar um reglur og lög bæjarins skipulag sem eitthvað ógreinilegar. Þegar þetta mál, án þess að vilja kannski ýfa það mikið upp núna, þegar þetta mál kom upp á sínu tíma og maður svona sökti sér onni það að kynna sér til fullnustu öll málsatvik, þá í mínum huga var aldrei efi í sjálfum sér þetta mál. Það gekk hins vegar ákaflega illa vegna þess að sú vitneskja barst ekkit fólki alltaf á þeim tíma sem það hefði þurft að fá að vita. Gekk illa náttúrulega að finna botn í þetta. Það er búið að reyna ýmsa leiðir og nú liggur þetta samkomulag fyrir og ég hef engar áhyggjur á öðrum svæðum bæjarins hvað þetta varðar. Ég held að reglugerðirnar séu mjög skýrar og svæði í líkingu við þetta eru nú ekki mörg hér í bænum og ef nokkurt, og ég held að allstaðar annarstaðar þá sé fólk bara nokkurn veginn. Þá er fólki það alveg ljóst hvernig þessar reglur eru. Ég hef ekki áhyggjur að þetta gjósi neitt upp. Eins og ég vil ekkit fara að ræða þetta málsmeðferðina eða rök með og á móti á sínu tíma. Það er ekki rétti tíminn, það er komið þetta samkomulag sem er afskaplega gleðilegt og ég mun sjálfsögðu styðja og ég hef ekki áhyggjur af því að það muni mörg mál fylgja í kjölfarið. Forseti, góða bæjarfulltrúar. Já, ég ætla ekki að fara neitt í fortíðina. Það var alltaf ljóst hvernig hvaða skoðun ég hafði á þessu máli. Hins vegar var þetta deiliskipulag sem við erum með hérna í höndunum. Þá er ég ekkert hrifinn af því. Og ég mun ekki greiða þessu atkvæði að senda inn auglýsingu á ástæðan bara praktíska. Ég vil ekki sjá þessa vegtengingu út í, hvað heitir þessi gata miðteig, og til að því miður að hún sé engum til gagns eða fáum til gagns og ánægju. Hún er sett til þess að við séum ekki að taka okkur botnlanga. Þetta er fifð
sem ég myndi gjarnan vilja vera að sleppa og vil ekki sjá þetta þarna inni og þess vegna er ég ekki sáttur við deiliskipulagið, burt séð frá öllu öðru hinumálunum sem er auðvitað rétt hjá bæjarfulltrúa Hermanni. Þetta er margar ára gamalt og hefði betur verið gengið frá þannig hátt í upphafi. En svona án tillit til málsins sjálfs þá er ekki sátt við þetta deiliskipulag og því mun ég sitja hjá við afgreiðsluna. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég deili ánægju með þeim bæjarfulltrúum sem að hér hafa tjáð sig það að það sé ánægjulegt að það sjáu fyrir endan á þessu deilumáli sem að þarna hefur verið uppi í nokkuð langan tíma og að mínum að til stafaði fyrst og fremst ákveðnum misskilningi upphafi og síðan af ákveðni nálægð við kosningar sem að koma upp í kjölfarið á þeim misskilningi sem uppi varð. Ég hins vegar deili ekki þeim skoðunum með öðrum bæjarfulltrúum sem að tjáðu sig á þeim nótum að þeir hafa ekki áhyggjur af því að ég ekki eftir að koma upp önnur mál sambærilega þessu. Ég er þess fullviss að það eiga íbúar úr öðrum hverfum eftir að koma að máli við bæinn í framhaldi þessa og við getum bara hort út í Giljahverfi og yfir þau svæði sem að þar hafa verið uppi. Þannig að það er alveg hreinar línur á því að menn munu reyna að sækja með einhverjum hætti samjöfnuð við þetta svæði sem að þó hefur þá sérstöðu að vera fjölmennasta svæðið eða það eru flestar íbúðir á þessari einu lóð sem úthlutað var. En við skulum vona að svo verði ekki þannig að íbúar annarra hverfa virði bara þá skipula skilmála sem að þær lóðir hafa gilt og ég tel bæinn hafa fulla stöðu til þess að halda sínum rétti í því ekki nema menn vilji með þessum hætti sem að hér er gert að ganga með pólitískum hætti inn í fyrri ákvarðanir og breyta en það er vissulega alltaf uppi. Ég tek alveg undir þau sjónarmið sem komu hérna fram frá bæjarfulltrúa Oddi Helga Halldórssyni varðandi þessa tengingu við miðteginn. Í mínum huga er hún mjög óheppileg. Ég deila alveg þeim sjónarmiðum sem að fram hafa komið í því. En allan þennan tíma hefur þetta verið mjög sótt af íbúum á þessu svæði og ég lít svo á að þetta sé liður í þessari lausn og þessu samkomulagi sem að hér liggur fyrir og er hluti af þessu deiliskipulagi sem að hér, eða tillögu sem að hér liggur fyrir og af þeirri ástæðu einni mun ég greiða þessari deiliskipulagstillögu atkvæði mitt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara aðeins til þess að bregðast við þeirri umræðu sem hér hefur átt sér stað. Ég fagna því hversu samhljóma bæjarfulltrúar eru í að lýsa yfir ánægju með að þessu deilumáli skuli nú loksins lokið og ég held að það skiptir verulega miklu máli. Þetta hefur tekið allt of langan tíma. Að sjálfsögðu er það þannig að niðurstaða þegar menn er að deila á samkomulagi er kannski málamiðlun. Menn reyna að nálgast sjónarmið hvors annars og ná einhverju sameiginlegri niðurstöðu. Það gildir þetta samkomulag eins og öll önnur. Varðandi spurninguna fordæmisgildi og áhrif á önnur svæð og annað slíkt, þá er það að sjálfsögðu eitthvað sem við hljótum að skoða og fara yfir og bregðast bara við ef að slík mál og slík erindi koma upp. En núna erum við að ljúka þessu máli með deiliskipulagsbreytingu eða öllu heldur að með því að senda þetta deiliskipulag í auglýsingu og síðan vonandi með breytingu sem að verður samþykkt innan svona cirka 1,5 mánaðar. En ég þakka bara jákvæð viðbrögð þessu og legg aftur til að þetta verður sendt í auglýsingu. Þannig að þetta máls tiltalið. Ég ætla að bera upp tillögu meirihluta skipulagsnefndar að þessi tillögu verður auglýst samkvæmt 1. málsgrein 14. og 15. Þetta bæjarfulltrúar sem að samþykkja það ekki verki. Samþykja og móti. Þannig að ákvæðum hefur fyrir sig til það.